Hvatning úr orði Guðs. Í orðsguðunum 3. kafla 5. og 7. vers segir: Treystu Drottni af öllu hjarta, en reiddu þig ekki að eigið hyggjuvit. Mundu til hans á öllum þínum vegum, þá mun hann gjöra stigu þína slétta. Í þessu leyndardómurinn falinn, til þess að lifa kristnu lífi eins og best verður á kosið. Trúðu á Jesúm Krist, að hann kom og dó fyrir þig til að þú getir lifað í sátt við hann og treyst honum af öllu hjarta. Í Jesaja 55, 8-9 segir: Já, mínar hugsanir eru ekki yðar hugsanir og yðar vegir ekki mínir vegir, segir Drottinn. Heldur svo miklu sem himinin er hærri en jörðin, svo miklu hærri eru mínar vegir yðar vegum og mínar hugsanir yðar hugsunum. Og í Rómverjabréfinu 11:34 segir: Hver hefur þekkt huga Drottins, eða hver hefur verið ráðgjafi hans? Það er ekki gáfulegt að halda að við getum úthugsað Guð, eða að við vitum betur en hann. Oft viljum við sannræna orð Biblíunnar út frá okkar hugsunum eða því sem er viðurkennt í samfélaginu og svo uppfæra orð Guðs til samræmis við það sem viðurkennt er af mönnum. Allar slíka tilraunir eru fáviska í augum Guðs. Samfélagið breytir sínum viðhorfum stöðulega, kynslóð eftir kynslóð. Það sem var rétt í gær er ekki lengur rétt í dag og það sem kennt er í dag er úrelt á morgun. Þannig er því ekki farið með Guð. Þau eins og segir í Hebreabréfinu 13:8: Jesús Kristur er í gær og í dag hinn sami og aldir. Hefur þú sett allt þitt traust á Guð? Ef þú trúir á Krist, þá er það takmark trúarinnar. Líf þitt mun taka stórkostlegum breytingum og búa yfir nýjum tilgangi ef þú aðeins gefst honum heilshugar og treystir honum heilshugar. Við lesum í Jeremíja 17, 7-8: Blessaður er sá maður sem reiðir sig á Drottinn og lætur Drottinn vera athvarf sitt. Hann er sem tré sem gróðursett er við vatn og teygir rætur sínar út af læknum, sem hræðist ekki þótt hitinn komi og er með sígrænu laufi sem jafnvel í þurrka ári er áhyggjulaust og lætur ekki af að bera ávöxt. Staðreyndin er samt sú að það að treysta Guði af öllu hjarta mun reynast okkur svo mesta barátta og áskorun í lífinu. Það er auðvelt að treysta Guði þegar allt gengur vel, þegar þú ert í öruggu starfi, peningar í bankanum, allir reikningar greiddir á tíma, fjölskyldulífið í góðum málum, heilsan er í góðu lagi og allt virðist vera dásamlegt í lífinu. Þú ert á toppi tilverunnar. Á slíkum tímum þarf ekki mikið til að treysta Guði af öllu hjarta. Áskorunin kemur þegar lífið tekur þig af toppnum og þú ferð dimman dal. Hvernig treystirðu Guði þegar þú veist ekki þitt rjúkandi ráð? Hvernig treystirðu Guði þegar þú veist ekki hvernig þú átt að borga reikningana eða verður þér út mat á borðið, þegar atvinnan er í uppnámi, þegar samskiptin við þína nánustu er í ólagi? Þetta eru kringumstæður sem er ekki auðvelt að takast á við, en samt er okkur sagt að treysta Guði af öllu hjarta. Okkur er sagt að reiða okkur ekki á eigið hyggjuvit, en hvernig hjálpar það okkur í því að treysta Guði af öllu hjarta? Hvernig treystir þú Guði þegar heimurinn er að hrynja allt í kringum þig, en þó það kann að sýnast ómögulegt, þá er það mögulegt, því annars væri ekki farið fram á það við okkur. Guð fer ekki fram á að við gerum það sem er ómögulegt. En spurningin situr eftir: hvernig komumst við á þann stað að treysta Guði af öllu hjarta? Hér koma 4 leiðir sem hjálpa okkur að treysta Guði af öllu hjarta. Í fyrsta lagi: mundu að Guð er traustsins verður. Traust er aðeins mögulegt ef sá sem þú treystir á er verðugur þess að þú treystir honum. Traust er trú á það að sá sem þú ber traust til sé áreiðanlegur. Í þessu tilfelli ertu að setja traust þitt á Guð. Hann er verðugur þess að þú treystir honum. Þess vegna er það svo mikilvægt að minnast þess hvernig Guð
hefur leitt þig í fortíðinni. Þegar Ísraels þjóðin fór yfir ána Jórdan á leið sinni inn í fyrirheitna landið, þá gaf Guð þeim merkileg fyrirmæli sem við lesum í 4. kafla í Jósúa. Við lesum þar í 3. versi: Takið upp 12 steina hér úr Jórdan miðri á þeim stað þar sem prestarnir stóðu kyrrir og berið þá yfir með yður og setjið þá niður þar sem þér hafið náttstað í nótt. Hver var tilgangurinn með því? Það lesum við í versunum 67. Skal þetta vera tákn meðal yðar, þegar synir yðar spyrja og síðan og segja: Hvað eiga steinar þessir að jarðteina? Þá skuluð þér segja við þá: Það að vatnið í Jórdan stöðvaðist fyrir sáttmálsörk drottins, þá hún fór yfir Jórdan. Vatnið í Jórdan stöðvaðist og þessi steinar skulu vera Ísraelsmönnum til minningar ævinlega. Náðir þú þessu? Guð sagði þeim að taka þessa steina til að vera þeim ævinlega til minningar það sem Guð hefði gert fyrir þá og að Guð sé treystandi til að sjá fyrir þeim. Ég þess fullviss að ef þú lítur tilbaka þá getur þú líka fundið einhverja steina til marks það þegar þú treystir Guði og hann hafi séð fyrir þér. Þannig getur þú, þegar áskorunir mæta þér, hort tilbaka á þessa steina og þannig öðlast fullt traust á Guði, að hann muni sjá þig í gegnum þessar áskoranir. Minnstu þess hvernig þú treystir Guði þá og hvernig Guði leiddi þig í gegnum það, því hann trúfastur Guð, hann sá sami í dag eins og hann var þá. Því eins og við lesum í 4. Mósebók, 23. kafla og 19. vers: Guð ekki maður að hann ljúgi, né sonur manns að hann sjái sig hönd. Skyldi hann segja nokkuð og gjöra það eigi, tala nokkuð og efna það eigi. Önnur leið til að læra að treysta Guði af öllu hjarta að muna að Guði annt þig. Þegar erfiðleikar mæta okkur, þá þurfum við að gæta þess að falla ekki í þá gryfju að hugsa að Guð sé ekki annt okkur, eða honum sé ekki umhugað þær kringumstæður sem við finnum okkur í. Ekkert fjarlægara sannleikanum. Óvinurinn kann að sannfæra þig það að Guð sé ekki umhugað þig, en þú getur verið viss að það lygi. Guð ber mikla umhyggju fyrir þér og þeim kringumstæðum sem þú finnur þig í. Þegar þú gerir þér grein fyrir þessu, þá hjálpa það þér að treysta honum. Minnstu þess að Guð annt þig og Guð þess megnugur að mæta þér þar sem þú ert. Það sá Guð sem þú leggur traust þitt á, en Guð mæti þér ekki alltaf á þann hátt sem þér finnst að hann ætti að gera. Hann hefur ekki lofað því, heldur lofar hann að gera það sem þér fyrir bestu. Í 1. Pétursbréfi 5:7 segir: Varpið allri áhyggju yðar á hann, því að hann ber umhyggju fyrir yður. Og í Rómverjabréfinu 8:28 segir: Við vitum að þeim sem Guð elskar samverkar allt til góðs, þeim sem kallaðir eru samkvæmt ákvörðun Guðs. Í 3. lagi, þá eitt af því sem við þurfum alltaf að muna og mjög mikilvægt til að öðlast traust á Guði af öllu hjarta, að gera sig grein fyrir því að Guð ávallt nálægur okkur, en okkur á hættu að gleyma því einmitt þegar kringumstæður eru erfiðar, því okkur kann að finna sem við séum yfirgefin. Þér finnst kannski að þú hafi gert þitt besta, en samt kemur þetta yfir þig og þú skilur ekki hvernig svona komið fyrir þér. Þegar slíkar hugsanir laðast að þér, minnstu þá þess að Guð ávallt nálægur. Hann yfirgefur þig ekki. Það einn af dásamlegum eiginleikum Guðs, að hann yfirgefur okkur ekki þegar kringumstæður eru erfiðar. Eins og við þekkjum svo vel úr sögunni fótsporin. Það voru 2 sett af fótsporum í sandinum til merkis það að Guð gengur með okkur. En þegar erfiði tímar komu, þá var einungis 1 par af fótsporum, eins og Guð var ekki lengur til staðar. En eins og við þekkjum úr þessari sögu, Guð útskýrði þetta með því að segja: Þegar þú sást einungis 1 sett af fótsporum, það var þá sem að ég bar þig í örmum mínum. Guð með þér og þar sem hann með þér, þá hann traustsverður. Að lokum í 4. lagi, þar sem þú þarft að muna og skilja
og sem mun hjálpa þér til að treysta Guði af öllu hjarta. Það að muna að Guð mun leiða þig í gegnum hverja þá reynslu sem þú finnur þig í. Þó þú finnir þig í djúpri lægð, þá mun hann ekki færa þig á kaf. Þolraunin mun ekki brenna þig upp. Þú munt komast í gegnum þetta. Ég get sagt þetta með sannfæringu því að þetta er það sem Guð segir í orði sínu. Við lesum það í Jesaja 43. kapla, 2. og 3. vers, þar sem segir: Gangjur þú gegnum vötnin, þá er ég með þér. Gegnum vatnsföllin, þá skulu þau ekki flæða yfir þig. Gangir þú gegnum eld, skalt þú eigi brenna þig, og loginn skal eigi granda þér. Því að ég Drottinn er Guð þinn, hinn heilagi Ísrael, frelsari þinn. Við sjáum þetta svo vel í frásögnin af því þegar að Jesús hastaði á stormin. Við lesum það í Matteus og Guðspjalli 8. kapla 23. til 27. vers, þar sem segir: Nú fór hann í bátinn og lærisveinar hans fylgdu honum. Þá gjörði svo mikið veður á vatninu að bylgjurnar gengu yfir bátinn, en Jesús svaf. Þeir fara til, vekja hann og segja: Herra, bjarga þú, við förumst. Hann sagði við þá: Hví eru þér hræddir, þér trúlitlir? Síðan reis hann upp og hastaði á vindinn og vatnið og var stillilogn. Mennirnir undruðust og sögðu: Hvílíkur maður er þetta, jafnvel vindar og vatn hlýða honum. Þannig sjáum við að við getum treyst Guði, jafnvel í storminum, því Guð er traustsins verður og hann mun ekki bregðast okkur, hvernig sem kringumstæður okkar kunna að vera. Varpa allri byrði þinni á hann og hann mun vel fyrir sjá.